Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin með okkur í örfréttir vikunnar. Þetta eitthvað nýtt hjá okkur KA-mönnum og ætla að vera að flytja ykkur það helsta á KA-heimilinu á stafrænu formi heim í stofu í hverri viku. Síðasta vika var mjög annasum hjá okkur en KA hélt upp á 89 ára afmæli sitt á sunnudaginn var. Þar var kjörinn íþróttamaður KA en tilnefndir voru Guðmann Þórisson frá knattspyrnudeild, Marta Hermannsdóttir frá handknattspyrnudeild og Valþór Ingi Karlsson frá blakdeild. Það var Valþór sem var hlutskarpastur og hann því íþróttamaður KA fyrir árið 2016. Þá var einnig Böggubikarinn afhentur í þriðja sinn og það voru þau Dagur Gautason og Anna Rakel Pétursdóttir sem hlutu Böggubikarinn þessu sinni. 250 manns heimsóttu okkur í KA-heimilið og mikið fjör og nóg af veitingum. Rétt að minna það að Þorrablót KA verður haldinn 4. febrúar næstkomandi hér í KA-heimilinu og hægt að panta miða hjá viðkomandi. Hvað deildirnar okkar varðar, að þá spilaði knattspyrnudeildin okkar, spilaði fyrstu leikinn í Kjarnafæðsmótinu síðustu helgi. KA1 lék gegn Leikni frá Fáskrúðsfirði og sigraði þar 8-1. Helstu atriðin úr leiknum má sjá á heimasíðu KA. Þá spilaði KA3 gegn KF á sunnudeginum og þurfti að lúta í gras 4-2. Næstu leikir KA helgina og laugardaginn klukkan 3 mætir KA Magna og strax á honuloknum spilar KA3 við Þór 2. Leikindir hefst klukkan 3 og 5 í Boganum. Á sunnudaginn spilaði síðan KA2 við Fjarðabyggð klukkan 17 en KA teflir í fyrsta skipti fram 3 liðum í mótinu. Þá rétt að minna það að 6 krakkar frá KA fóru á landsliðsæfingar í desember og það voru þau Hlynur Viðar Sveinsson, Þorsteinn Þorvaldsson, Otto Björn Óðinsson og Daniel Hafsteinsson ásamt Aroni Degi Birnusinni og Sögulíf Sigurðardóttur. Hvað handboltan varðar eru fjölmargir leikir í KA-heimilinu hér helgina. Sá fyrsti strax á föstudagskvöldi klukkan korter yfir 8 þegar KA mætir FH í þriðjaflokki karla. Stanslaus handbolti verður spilaður í KA-heimilinu frá klukkan 1 á laugardag fram til klukkan 7. En þar spila það helst 4. flokkur karla og 4. flokkur kvenna. Það síðan 1 leikur á sunnudaginn þegar KA Þór tekur á móti Stjörnunni í 4. flokki kvenna. Þá fer kvennalið KA Þór suður yfir heiðar og leikur 2 leiki í fyrstu deild kvennum helgina. Mjög mikilvægir leikir en stelpurnar aðeins 2 stigum frá toppsætinu. Þá hafa einnig 6 stúlkur verið valdar á landsliðsæfingar og fóru hluta af landsliðsæfingunum fram síðustu helgi. En þetta voru þær Helga María Viðarsdóttir í U15 landsliði, Anna Þyrí Halldórsdóttir, Ólöf Marín Hlynsdóttir, Heiðbjörg Guðmundsdóttir og Margrét Einarsdóttir í U17 landsliði og Ásdís Guðmundsdóttir var fulltrúi okkar í U19 landsliðinu. Í blakdeildinni það helst að frétta að bæði karla og kvennaliði fóru til Nefskaupstaðar síðustu helgi og spiluðu þar 3 leiki. Karlaliði spilaði 2 og tapaði báðum, en kvennaliði lék 1 leik og tapaði sá leikur einnig. Þá hefur Kristján Dimitrov, leikmaður KA í blaki, verið við æfingar og keppni með búlgarska landsliðinu. Hann hefur 2-faldan ríkisborgararétt og spilar hann þá með búlgarska landsliðinu þessa mundir. Að lokum erum við hér með stutt viðtal við Hrefnu Gunnhildi Torfadóttir, formann KA, sem tekið var á sjálfri afmælishátíðinni. Takk fyrir og sjáumst í næstu viku. Hrefna, þú ert formaður KA og það kannski pínu bak við tjöldin starf, ekki satt? Jú, það mjög mikið bak við tjöldin starf. Þetta heilmikið starf en mjög skemmtilegt og það náttúrulega auðvitað ekki alltaf skemmtilegt. Það heilmikið af erfiðum málefnum sem maður hefur þurft að fást við en upp úr stendur hvað maður hefur mikla ánægju að vinna fyrir félagið okkar. Þetta stóra og sterka félag sko. Og það tölum við vinna við það að vera formaður KA og formaður aðalstjórnar félagsins og svona yfir strumpur ef hægt að kalla það. Strimpa fyrir gjöðu, já. En það gerir sér ekki allir grein fyrir þetta sjálfboðavinna. Já, þetta algjörlega sjálfboðavinna og það finna við að ég hef oft verið spurð að því hvort það sé ekki gott að vera formaður KA launana vegna sko, hvort ég fá ekki góð laun fyrir þetta og ég hlæ nú yfirleitt og segi jú, ég fæ mjög góð laun og launin eru fólgin í því að hafa kynnst öllu þessu góða fólki og eignast alla þessa vini og launin eru líka fólgin í bara ánægjunni af því að starfa fyrir félagið en maður gefur en maður tekur ekki frá félaginu sko, það bara svoleiðis sko. Þú hefur sinnt mörgum störfum Hrefna, bæði sem formaður unglingaráðs handknattdeildar og formaður handknattdeildar síðan og núna formaður félags. Hvernig að vera formaður svona á umbrotatíma? Við erum að stækka mikið og taka gríðarlegum svona kannski framförum sem félag. Já, ég myndi segja að það sé kannski ennþá meiri vinna heldur en oft áður í þessari formennsku en það líka mjög gaman. Mér finnst, ég kannski bara svona karakter, mér finnst bara gott að bretta upp ermar og takast á við verkefnin og við eigum að vera ákveðin, við eigum að vera áræðin,
Við eigum að sem sagt, standa við þær ákvarðanir sem við tökum og virkilega að keyra okkur fram á við. Ef ég spyrir svona aðeins út í 90 ára afmælið, hefur eitthvað sem getur sagt áhorfendum hvernig 90 ára afmælisfagnaðurinn verður fyrst að við erum hérna 89 ára afmælinu? Sko við erum rétt að byrja að búa til afmælisnefnd og ég held að við verðum að segja það að mig langar til sem við höldum búið 90 ára afmæli með stæl. Hvernig við gerum það veit ég ekki alveg, auðvitað verður með hátíð. Mig langar til þess að við verðum með hátíð sem ekki bara niður í sal heldur líka fyrir iðkendur og aðra en þetta eigum við allt saman eftir að fara yfir og þetta verður vinna ársins hjá afmælisnefndinni að skipuleggja afmælisárið okkar. Við höfum ár til stefnu. Við höfum ár til stefnu, já. Takk fyrir spjallið hérna. Verður að því.